þar. Og þeir voru ekki heldur að biðja fyrirbæn, heldur báðum gleðibæn. Vegna þess að þegar Guð snerti við þeim og þá gerðist eitthvað í lífinu sem þau aldrei upplifa áður, að þeir voru glöð allan daginn. Og þetta eitthvað sem maður þráðar að sjá Guð gera í gegnum líf okkar og það getur gerst ef hann fær að komast að. Og í Markúsar guðspjalli í kafla 16, versi 17-18 stendur: En þessi tákn munu fylgja þeim við trúa, í mínu nafni munu reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorm og þó að þeir drekki eitthvað banvænt munum ekki verða meint af. Ef við sjúka munu leggja hendur og þeir verða heilir. Jesús sagði að þetta það sem tilheyrir okkur, að öll sem hér inni, þetta tilheyrir ykkur, en til þess að við höfum möguleika og getum til þess að framkvæma þessi tákn sem eiga að fylgja okkur, þá þurfum við að meðtaka heilan anda inn í líf okkar og læra að virkja hana kraft sem fylgir því að hafa hann í líf okkar. Og til þess að virkja hana kraft, að það var einn gjöf sem heilagur andi hefur gefið okkur og það tungutal. Það eru til 5 mismunandi tegundir tungutals og eina af þessu tungutegund ætlað okkur öllum. Það tungutal til persónulegar uppbyggingar. Fyrir þá sem vita ekki að þá tungutal bænamál sem að Guð hefur lánað okkur til þess að byggja okkur upp í trúnni vegna þess að okkar mannlegi skilningur hefur hvorki getu né skilning á því að skilja hvað það sem að Guð vill sjá gerast í gegnum líf okkar. Það þess vegna þegar við notum tungutalið að við förum að heyra betur, við förum að skilja betur og meiri hlutir fara að gerast. Páll Póstuli sagði: Ég tala tungum öllum fremur. Hann talaði tungum allan daginn. Hann lagði áherslu á þessi gjöf væði sem skipti máli. Og þess vegna óvinurinn búinn að vera svona hræddur við akkurat þessa gjöf. Hann búinn að reyna að koma þessu út úr kirkjunni og koma millikenningar að þetta sé bara fyrir fá útlátt, þess að bara kjafta þeim. Og vegna þess að hann hræddur. Vegna þess að þegar heilagur andi fyrir að verka í gegnum líf okkar þessu gjöf þegar að virka, þá losast út kraftur sem óvinurinn hræddur við og hann má bara vera það. Og til þess að sjá virkilega breytingu á einstaklingi sem að eftir að byrja að tala tungur, þá þurfum við bara að líta í reikninguna og sjá Pétur. En sjá Pétur þegar hann var lærisveinn Jesú, að þá sagði Jesú, veistu það, Jesú, ég ætla aldrei að yfirgefa þig, ég skal ganga í opinn dauða fyrir þig. En Jesú þakkaði fljótt mér, herri góður, áður en hann í Galva viltu 3 afneita mig. Og Pétur hefur ábyggilega ekki verið sáttur við þetta og spáði í hvað hann að pæla. En síðan kemur upp þessi aðstæða að Pétur stendur frammi fyrir því að það búið að handtaka Jesú að byrja að pytta hann og hann þarna í eigin mætti og hann afneitar honum og ég trúi því að Pétur hafi afneitað Jesú af því að hann hafði ekki kraft í getu til þess að standast þessa álag sem var á þessum stundu. Vegna þess að þegar heilagur andi kemur yfir á hvítasunnudag og Pétur fer að tala í tungum, þá búið að reka út af hann kirkjuspirit og Holy Spirit komin inn í hann. Þannig komin nýr maður sem stígur algjörlega fram og predikar í krafti Guðs. Og það 3000 sálir sem frelsuðust. Maðurinn sem þorði ekki að viðurkenna hver hann var, allt í hann hugverk Guðs þjóð. Og það svona sem að heilagur andi vill fá að breyta okkur úr því sem við höldum að séum í það sem hann vill að við séum. Og þetta ekki bara fyrir Pétur, Póstur eða Pálu og ekki eitthvað sem var bara þá. Þetta þetta ennþá sem tilheyrir þér og mér í dag. Það þessi kraftur, þessi undrust tákn. Að tákn Guðs að þau tilheyrir okkur. Og það tilheyrir okkur reka út illa anda og við gerum okkur ofta ekki gleymt við því hversu mikið vald Guð hefur lagt í hendurnar á okkur. Árið 2002 þá átti ég heim á Ísafirði og ég fæ símtal miðjanótt frá systur minni og ég í Ísafirði og hún í Ölfusun og þar stelpa sem svo andsettin. Hún byrjaði fróðafell og afmyndast og svona þannig að ég sagði henni bara rétt inn í símann og rak út af illa anda fyrir gegnum símtólið. Og það þýðir það að það skiptir engu máli hvar við erum stödd að Guð hefur algjörlega vald yfir öllu. Og það var að því að þessi tákn eitthvað sem tilheyrir okkur sem andinn fór út af, vegna þess að við höfum valdið til þess að reka út. Og það tala það líka að það tilheyrir okkur að þó svo einhver
einhverju höggálum að býta okkur eða einhverju reyna að eitra fyrir okkur, að verður okkur ekki meint af því. Og það vitnisburður bara úr þessari kirkju að Ásmundur, faðir hans kirkjuprest, að það var alltaf verið að gera grín af honum fyrir að vera að blessa matið sín í vinnunni, en síðan kom upp matareitrun og það verður allir veikinn hann. Amen. Og það var að því að þessi kraftur tilheyrði honum. Og sama með Pál postula, hann í trúboðsferðinni, minnilega sé að hafi verið á Krít og þarna mikið svona hjáguða dýrkun og þeir þarna við eldu og kemur ykkur naðurkvikindi og býtur hann og menn héldi ef svona ormur eða slanga myndi býta hann þá væri ykkur bölvun yfir mann og það voru allir að bíða eftir því að kallið myndi opnast út af. En það sem hann Pál gerði, hann hristi kvikindið af sér í eldin og hann var ekkert meint af þessu af hverju eitri sem átti að drepa hann nokkur mínútur. Og það sem gerðist þarna er að fólk hélt að hann var eitthvað guð. En þarna opnuðust þeir fyrir fagnaðarlendi og allir þeir sem voru þarna á sér eigið, þau voru að læknast og frelsast vegna þess að tákn tilheyrðu honum og þau tilheyrðu okkur líka í dag. Amen. Vegna þess að þetta er það sem okkur ætla að sjá, að fólk fara að læknast og leysast. Og okkur ekki bara ætla að sjá svona lækningar og tákgerast, þetta vil líka heilagur andi verka í lífum okkur og gefa okkur sigur yfir því sem hefur verið að eyðileggja líf okkar. Og Pál vissi svolítið leyndarmál til þess að losna frá hlutum sem voru honum skaðlegir og voru skemma líf hans, þá þyrfti hann að gefast upp og játa veikleika sína. Hann sagði, þegar ég er veikur, þá er ég fyrst máttur vegna þess að máttur Krist fullkomnast í mínu veikleika. Þannig að eina rauninni besta leiðin til þess að losna frá fjötrum og líklegast eina er að viðurkenna vanmátt okkar að okkur er algjörlega megn að losna frá þessu sjálf og við þurfum hjálp frá Guði og þegar það gerist þá kemur kraftur Krist inn í líf okkur og kraftur Guðs fær að verka vegna þess að við erum meðvituð það að við þurfum á því að halda. Og lykillinn í öllum tólsporakerfum, það eru að minnstakosti til 170 afbrigða tólsporakerfum, allt frá því að losna lífumöfnu upp í litlis varasalva, en lykillinn er alltaf eins sami. Fyrsta skref er alltaf að viðurkenna vanmátt okkar, að okkur séum megnum að geta losna frá sig sjálf, að við getum lifað eðlilegu lífi. Annars skref er alltaf að trúa því að Guð geti gert okkur heimtur að nýju, að hann geti leyst okkur frá þessu og gefa okkur nýtt líf. Þriðja skrefið er alltaf það að taka það ákvörðun að gefa líf sitt Guði og leyfa honum að byggja með sér upp nýtt líf og síðan herst alltaf tiltækt í kringum okkur og síðan sjáum við veikleikan og allan þann pakka en síðan er alltaf lykillinn að viðhalda sigrinum okkar er að gefa það áfram það sem okkur hefur verið gefið. Og þetta